Sunnudagsskólinn í Hallgrímskirkju kósí. Hann ekki mjög stór, það yfirleitt svona kannski 10 til 20 börn mætt og síðan auðvitað foreldrarnir með þeim. En þannig að það yfirleitt hægt að ná svona ótrúlega góðri stemningu og virkja flesta krakkana sem mætt. Og við höfum í vetur höfum við lagt svolítið áherslu á að vera með svona hlutbundna kennslu. Þannig að við höfum ekki verið að nota mikið skjávarpa eða þannig heldur að nýta okkur styrkleikann sem felst í því að vera að tala saman maður og mann og nýta okkur nándina í sunnudagsskólanum. Og það alveg ótrúlega gaman af því það eiginlega gerist alltaf eitthvað aðeins annað heldur en maður ætlaði. Og maður sér fyrir sér við sem erum að skipuleggja erum alltaf búin að fara yfir og ákveða að við gerum þetta svona og svona og fyrst byrjum við þessu og svo ætlum við að segja söguna þennan hátt. Svo yfirleitt svo mikil þáttaka og mikil þróttur í stundinni að það fer eitthvað annað og það svo gaman og við þurfum alltaf þá að breyta og bregðast við því sem að börnin þetta segja og hvernig þau taka þátt í að segja söguna þegar við erum að gera það yfirleitt með þeim og þá erum við fullorðna fólk yfirleitt að læra eitthvað í leiðinni líka af því að börnin eru þá að koma með einhverja punkta, spyrja spurningar sem við höfum ekki hugsað út í og þá verður eitthvað svona gerist eitthvað óþreifanlegt í þessu sem ótrúlega dýrmætt og skiptir allavega okkur miklu máli í sunnudagsskólanum að halda því. Og þá þetta oft svolítið óvænt, þannig að við höfum verið svona, einu sinni var ég mætt með fullt af svona stórum leikköllum, eins og maður í svona spilakallar sem maður notar í lúdó eða eitthvað nema of stórir. Og svo þurftum við einhvern veginn að vinna út frá þessu þetta var til að segja söguna af Jósef og bræðrum hans. Og þá eru börnin samt öll komin með í og þau eru komin með kall og þau eru farin að raða upp og segja söguna með okkur. Og núna á síðasta vorum við að segja söguna af skírardagskvöldi og þá vorum við mætt með bala og vatn og handklæði og nema svo vildi enginn fara úr skónum og sokkunum eiginlega. Þannig að við enduðum samt á að vera með handaþvott og allir komu og þvoðu sér hendurnar en þeim fannst það voru bara 2 hugrækir sem vildu fara ofan í alla leið. En svo var líka hægt að ná þeim aftur úr því af þeim fannst þetta svo notalegt. Og þetta var svo góð stund og verið sull í vatninu og þannig að þá var það einhver svona en þetta áþreifanlegt fyrir þau og þau muna eftir þessu, þau fá að taka þátt. Og svo eru náttúrulega bara þá páskarnir framundan og þá ætlum við að vera með páskaeggjaleit í sunnudagsskólanum. En sunnudagsskólinn hjá okkur, hann byrjar alltaf inn í messu. Börnin koma með foreldrum sínum í messu hér. Það getur auðvitað verið mjög hátíðlegt og fallegt og það spilað orgel og það kór og þau fá það svona að kynnast messu í smástund. Þau eru kannski inn í 10 mínútur korter áður en þau fara síðan út með okkur, yfirleitt með foreldrum sínum líka, yfir í sunnudagsskólann og fá þar prógram við sitt hæfi. Og senda næsta sunnudag sem páskasunnudagurinn, þá ætlum við að vera með páskaeggjaleitin okkar. Ef veðrið gott, þá ætlum við auðvitað að vera úti. Og það nóg af felustöðum hérna í kringum kirkjuna, og runnum og skúmaskotum sem hægt að fela eggin í. En ef veðrið verður vont, þá ætlum við að vera inni. Og þá nóg af felustöðum líka bak við orgelið og upp í turni og út allt. Geggjað. En við erum mjög spenntir í því. Já.